Já, hérna ágætt fyrir Windows notendur að Linux og Mac notendur ef maður ætlar eitthvað að skrifa út staðsetning á möppu. Hér erum við bara á C-drifi og notum svo backslash en hérna fyrirgefðu að svona myndum við skrifa þetta út þegar við erum í Linux og á Macum, að við notum ekki backslash, heldur bara svona venjulegt skástrygg. Windows notar svona backslash en R skilur þetta ekki. Þannig annarkvort þurfa að nota 2 svona backslash eða svona venjuleg slush eða skástrygg. Þannig að ef þið ætlið að færa ykkur með set working directory skipuninni í möppuna verk sem inn í My Documents sem undir C-drifinu, að þá þetta skipunin sem þið myndu keyra. Ég ætla að sýna ykkur líka að í RStudio, þetta svona eina fáu skipunum sem við getum gert hérna bara með því að íta á ykkur að taka, að við getum farið í Session, Set Working Directory, Choose Directory og hérna getum við fundið möppu og ég var búin að búa til fyrir þetta námskeið R frá grunni, þannig að ég ætla að hafa þetta vinnumöppuna mína, íti hérna Open og þetta þá sama og keyra þessa set-vafd skipun. Ef ég segi núna get-vafd þá bendur hún á þessa möppu hér en ekki hina möppuna sem við sáum á hann. Nú, verkefna utanumhald í RStudio, að það ágætt að því maður yfirleitt með eitthvað fleiri en eitt í gangi að búa til svokallum verkefni eða projects. Og þegar við búum til projects verða til skrár með endingunni .rproj og þær halda utanum vinnumöppuna, tryggja ný og hrein vinnulota ræst og opnar þær skrár sem notandinn var að vinna með síðast. Og við sjáum aðeins betur þegar við förum inn í námskeiðið akkur þetta sniðugt, en ég ætla bara að sýna ykkur snöggvast hvernig við búum þessi verkefni til. Við förum í File og svo förum við hérna í New Project. Og hér hún að spyrja mig hvort að ég vilji geyma þetta gamla vinnusvæði mitt hérna sem nú reyndar tómt í vinnumöppinu minni og ég ætla bara að segja nei takk. Því við það að gera þetta þá ræsir hún RStudio upp á nýtt og við bara gerum það, við segjum hérna Create Project, ég ætla bara að fara í New Directory og tómt verkefni og ég ætla að koma þessu verkefni mínu fyrir bara í möppunu minni sem ég var búin að búa til sem heitir R frá grunni og skýrum það bara, eigum að segja bara inngangur og svo getur vel verið við viljum bara hafa sama sömu möppuna fyrir allt námskeiðið og þá bara skýrum við það, notum við bara þetta nafn inngangur. En allavega ef ég bý til núna verkefni þá ræsir hún R upp að nýju og sýn ykkur þá ef ég fer núna, ég ætla bara að loka R og sjáu hvað gerist. Loka R og svo ætla ég að starta því að nýju og þá fer ég hérna, ef ég færi núna í hérna Get Working Directory þá reyndar hún man síðustu vinnulótana mína, það ágætt, en annars myndi ég fara hérna til þess að opna þetta verkefni. Nú opnaðist hún beint þar en ég ætla að sýna ykkur samt hvernig maður færi að því ef maður færi í eitthvað annað verkefni. Færum við hérna í Open Project og færum í möppun okkar, R frá grunni, inngangur.rproj og þá ég komin í þetta verkefni. Hefði ég verið með einhverja skipunarskrár opnar, þá myndi þær opnast strax og hlutirnir mínir myndu opnast hér. En nóg þetta, við fyrir bara leiðu fyrir að nota þetta, þá þetta miklu skýrara. Ég ætla að hætta að ræða þetta svona hér, notum þetta bara frekar á eftir. Nú hvernig leitum við okkur að aðstoð og það sem maður nota langmest hreinlega annarkvort help, svo ég opnast nafn á fallinu, svo ég lokast. Spurningamerki nafn á fallinu hérna jafngilt, en þið sjá hér eru svo ýmsar aðrar aðferðir til þess að fá aðstoð, en eins og ég segi, förum til dæmis hér help og eigum að segja bara aðferðin þessi sé
sem við notuðum áðan, það fáum við hérna C, þetta er partur af base pakkanum, ég tala um pakka á eftir, combine values into a vector og list. Og þessar hjálpa síður hérna, það eru allar eins uppbyggðar, það kemur fyrst upp lýsing af fallinu, hvernig maður notar það. Hér, þegar föllin verða aðeins svona hérna, eða skipanirnar verða aðeins flóknari, þá verður þetta allt saman aðeins stærra og meira. Hér eru hvaða hérna stillingar við getum notað og svona ýmislegt annað, en það enda öll á dæmum sem ágætt. Þannig að maður getur prófað sig aðeins áfram. Eitt sem ég var ágætt að nefna, ég segi svona ýmist fall eða skipanir, aðferð, þá er ég alltaf að tala um það sama. Fall, skipun, aðferð, þetta er bara samheiti fyrir mér.